Þá er komið að þriðja liða dagskrár Akureyrarflugvelli til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, forseti bæjarstjórnar og ágæti bæjarfulltrúar. Þetta voru nú heldur betur sérstakar aðstæður sem mynduðust á varaflugvöllunum í Reykjavík, Akureyri og Egilsstöðum síðastliðinn fimmtudag þegar að 16 farþegaþotur þurftu að lenda á þessum völlum vegna slæmra veðurskilyrða á Keflavíkurflugvelli og auðvitað á það að vera fáheyrt að slíkar aðstæður myndist en það þýðir samt ekki að við eigum ekki að vera undir það búin á alveg augljóslega ekki. Og rétt eins og þingmaður þessa kjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson, hefur ítrekað bent á, þá er það þjóðaröryggismál að við byggjum upp varaflugvellina okkar. Og okkar þingmenn voru öll held ég duglega að benda á þetta í kjölfar þessa atburðar. Og þessi mikilvægi öryggisþáttur sem varaflugvöllur bætist við þjóðhagslegt mikilvægi þess að búa til aðra gátt inn í landið hér á Norðurlandi þannig að ferðaþjónusta fái að dafna áfram sem undirstöðu grein hér á landi. Þannig að við þurfum að taka höndum saman og við þurfum að hnika stjórnvöldum hratt og örugglega í rétta átt og að þessar ástæðu þá vil ég lesa upp eftirfarandi sameiginlega bókun okkar. Bæjarstjórn Akureyrar skorar á ríkisstjórnina að halda áfram uppbyggingu og fjárfestingu í nauðsynlegum innviðum þannig að Akureyrarflugvöllur geti sinnt enn betur hlutverki sínu sem alþjóða flugvöllur og sem varaflugvöllur fyrir Keflavík. Bæjarstjórn leggur áherslu á að hraða vinnu við hönnun aðflugsferla, tryggja fullnægjandi eldsneytisbirgðir og koma upp aðflugsljósum úr norðri. Atburðir síðustu viku þegar 8 farþegaþotur Icelandair lentu í Eyjafirði undirstrikuðu með skýrum hætti mikilvægi flugvallarins fyrir flugöryggi á Íslandi. Bókun lokið. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson lokið máli sínu, orðið er laust. Sem ekki nefnir hvað sér þessi næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka bæjarfulltrúa Gunnari Má fyrir að taka upp þetta máli hérna á bæjarstjórnarfundi. Ég held að bæjarstjórn hafi nú sem endranær lagt gríðarlega áherslu á mikilvægi þess að Akureyrarflugvöllur sé máttastólpi í okkar samfélagi, hvort sem að það einmitt snýr að vara hlutverki sínu sem að einmitt eins og hann lýsti hér ágætlega geta skapast aðstæður þar sem að það þarf að vera svona þessi innan gæsar sumi kallar svona second city, þar að segja svona annað ábyrgð, þessi vara ábyrgð, hvort sem að það snýr að flugvöllum eða sjúkrahúsi eða öðrum innviðum samfélagsins ef við ætlum að halda áfram. En að sjálfsögðu höfum við líka sem bæjarstjórnum langt skeið horft til uppbyggingar Akureyrarflugvallar og gáttarinn í landi fyrir ferðaþjónustuna og því ekki að neita að svona maður hefur horft á salinn og þessa frábæru stækkun flugstöðurinnar. Maður hefði alveg viljað að hún hefði verið stærri og færi mann oft til að hugsa erum við alltaf að gera aðeins of lítið í staðin fyrir að klára stundum svolítið málin að sníða okkur helst til þröngan stakk og fatta það eiginlega bara áður en að við erum búin með verkefnin að þetta of lítið. En Akureyrarflugvöllur ekki aðeins mikilvægur fyrir okkur sem varaflugvöllur landsins fyrir ferðaþjónustuna í merkinguna að fá fólk til okkar og byggja þannig undir ferðaþjónustuna, heldur hún alveg gríðarlega mikilvægt lífsgæðaspursmál fyrir okkur sem að í vali á búsetu og þar alveg möguleikum til uppbyggingar og þess vegna fagna ég því að við tökum þessa umræðu hér þá út frá þessu sjónarhorni að þessu sinni en minnug þess að þetta partur af mun stærri mynd sem auðvitað tengist síðan líka uppbyggingu á Reykjavíkurflugvelli og Egilsstöðum sem eiga mynda þetta þétta net sem að við á Íslandi viljum standa vörðum. Ég vildi bara aðeins koma og
nefna það að þetta er heildrænt auðvitað stærra og kannski hefur við svo oft rætt þetta bæði á bæjarstjórnarfundum og okkar á milli. En ég tel vel þess virði að nefna það að minnsta kosti. Hér, takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Hilda Henna Gísladóttir í loki málsins, orðið er laust. Ég ætla að biðja varaforstum að taka við stjórninu og gefa mér orðið. Til málstekur bæjarfulltrúi Hallbjörg Hreinsdóttir. Við erum byrjuð, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Bara þakka fyrir umræðuna og teku undir allt sem bæjarfulltrúi Gunnar og Hilda hafa sagt hérna undan. Við höfum verið hérna í mörg ár að tala fyrir uppbyggingu á Akureyrarflugvelli og þú veist, við gerir sér allir grein fyrir því sem hér búa hversu mikilvægt það er fyrir okkur að hún stöðvist ekki. Og bara svona, mér langaði aðeins að því að ég þekki nú kannski hina hliðina að standa á vellinum og vinna þegar þetta gerist, að þá bara frá því til dæmis þegar Eyjafjallajökull gausskilur að þá fengum við tölvert mikið af þotum til okkar og vorum þá bara með gamla hlaðið og við gátum tekið við einn og einni og svo var henni ekið og lagt og það var hann að þjappa þessu saman og það var alveg gríðarlega mikið, bara púsluspil. Það sannarlega munaði allt sem er búið að gera síðust árum. Ég ætlaði bara svona aðeins að koma til þess að lyfta því aðeins upp. Við höfum þó að þetta gangi hægt og við sem vissulega kannski aðeins að gera of lítið, þú veist þegar við loksins erum byrjuð, að þá er svo óbóðslegu munur. Það var bara heimin og haf að taka á móti þessum vélum núna þessum árum seinna og geta bara raðaði minn með stuttum millibili og við vitum það líka öll að í þessu lággjalda umhverfi sem að flugfélögin eru þá er bara verið að fljúga með minimum eldsneyti. Þannig að þú veist að þeir hafa oft ekki langan tíma til að bregðast við, þannig að þegar þeir fara ákveð að taka varavellin þá þurfa þeir bara eiginlega að koma inn og lenda og þá munar að geta bara skúpa þeim út af og þeir hafa einhver stæði. Sérst þegar þetta gerist svona snögglega eins og þetta gerist hérna núna daginn. Aðflugsljósin, aðflugin sem hafi verið gerð og það sem við erum að hnykkja hérna á núna að það er að hætta ekki og hvetja stjórnvöld til þess að halda áfram. Þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli upp á bara lendingar öryggi og það að við getum verið að bjóða þá íbúum upp á þessi lífsgæði sem er ódýr flugfærði geld bara beint út í heim og svo að geta tekið á móti okkar svona í þessum aðstæðum. Svo eitt bara svona að því að við nefnum það nú kannski ekki í bókunni en við vorum líka nýbúin að því við erum ofta að tala flugvellin, nýbúin að tala þyrluna, að þá er það hluti af uppbyggingun sem við þyrftum að fara og vera með næstu skrefum að það er að búa til lóðir fyrir skýlundi þyrlu. Þannig að við getum svona eitt og annað og í gegnum tíðina líka þegar við höfum verið og fleiri og allir hér á þessum landshluta að vera að kalla eftir uppbyggingu. Þá hefur nú stundum heyrst annar staða frá hvað er þetta er engin þörf á þessu, þetta er svo lítil umferð og þetta gerir ekki gagn. En þetta sannaði gildi sitt þarna daginn. Bæjarfulltrúi Hallbjörg Hreinsdóttir gefin aftur stjórnarfundinum. Takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, þakka fyrir góða umræðu. Mér langaði bara að nefna svona aðeins annan vinkil á þessu eða kannski það sem að snýr þá meira að okkur sem samfélagi hér, hvað gerist þegar vélarnar eru komnar og farþegarnir og við sáum í fréttum að til dæmis voru allir pizzaofnar bæjarins ræstir til að metta farþegana en maður velti líka fyrir sér hvað svo og ef að mörg hundruð manns allt í einu vantar gistingu eða eru við með eitthvað plan gagnvart því ef að gististaðir á Akureyri og Akureyri eru meira og minna fullir til dæmis, erum við með eitthvað plan B, koma fólki inn í skóla eða held ég bara ágætt að hugleiða, ég veit ekki hvort þetta vera partur af einhvers konar almannavarna viðbrögðum að huga að þessu eða ef að þarf að koma farþegunum suður, ef að það er lausnin, eru til rútur og hvernig er þá staðið að því að kanna það og svo framvegis. Bara nefni þetta til umhugsunar. Takk. Og bæjarfulltrúi Andri Teitsson loki málsins orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóð þegar þeir geta samþykkt bókunina sem Gunnar las upp. Það eru öll